Já, góðan dag ágætu áhorfendur. Ingvar Örn Ákason og Helgi Kristinsson sitja hérna með ykkur. Við ætlum að lýsa hér leik K.A. Þór Valur, þriðji flokkur kvenna úrslitaleikur Íslandsmóts. Við erum hér í fylkisheimilinu, liðin að fara ganginn á völlinn. Ég ætla að renna yfir liðin hjá K.A. Þór, nr. 1 Sunna Pétursdóttir, nr. 12 Margrét Einarsdóttir, nr. 16 Heiðbjörg Guðmundsdóttir, nr. 5 Ólöf Marín Lindsdóttir, nr. 6 Katrín Óladóttir, nr. 9 Guðlaug Hrafnsdóttir, nr. 14 Kolbrún María Bragadóttir, nr. 19 Ásdís Guðmundsdóttir, nr. 21 Svala Svavarsdóttir, nr. 22 Helena Arnbjörg Tómasdóttir, nr. 24 Þóra Stefánsdóttir og nr. 56 Una Kara Vídalín. Þjálfarar eru Jónatan Þór Magnússon og Þorvaldur Þorvaldsson og svo Katrín Línberg þeim til aðstoðar. Valsliðið nr. 2 Ástrós Anna Bender, nr. 4 Kristín Arndís Ólafsdóttir, nr. 5 Vala Magnúsdóttir, nr. 6 Ida Margrét Stefánsdóttir, nr. 7 Heiðrún Berg Sverrisdóttir, nr. 8 Daníela Björg Stefánsdóttir, nr. 10 Ósk Hind Ómarsdóttir, nr. 11 Ísabella María Eiríksdóttir, nr. 14 Álfheiður María Halldórsdóttir, nr. 19 Ragnhildur Edda Þórðardóttir, nr. 20 Elín Helga Lárusdóttir, nr. 23 Auður Ester Gestsdóttir, nr. 24 Ásdís Þóra Ágústsdóttir og nr. 26 Alexandra Diljá Birgisdóttir. Þjálfari Jakob Lárusson, honum aðstoðar Alfreður Finnsson, Sólveig Katla Magnúsdóttir og Telma Haraldóttir. Helgi, við erum að fara að sjá líklega hörku leik hérna. K.A. Þór deildarmeistarar. Ég á allan að vona á hörkuleik. Ég hef búinn að mæta þessu liðum, var með þriðjaflokk kvenna hjá HK í vetur og búinn að vinna bæði liðin einu sinni og tapa einu sinni fyrir þeim. Og ég myndi segja að þegar að K.A. Þór á sinn besta dag, þá finnst mér það að vera besta liðdeildinni. En valslið getur líka hitt á trilltan dag og þá er það mjög góður. Þannig að hver er þín tilfinning fyrir þessu? Ég náttúrulega, eins og ég veit kannski ekki mjög mikið, ég er búinn að sjá nokkra leiki með einn leik með K.A. Þór á móti Fjölni og einn leik með Val. En hann kannski veit svo sem ekki mikið hvernig liðin eru, en allan með við stöðuna þá ættu hörkuleikur og það er rauninni aftur leikinn einn búinn að vera hörkuleikir í dag. Já. Þannig að við skulum bara vona að fáum bara skemmtilega leik bara á síðustu mínútu. Já, þetta er búið að vera frábær dagur, byrjaði gær með hörkuleik, allir leikirnir sem nema einn hafa endað mjög jafnt. Það var bara leikur í fjórða kalla eldri þar sem var HK Selfoss, þar sem Selfoss það var jafnt í hálfleik og svo valtaði Selfoss yfir seinni hálfleikinn. Ég var með lið fyrir dag, fjórða kvenna yngri, tapaði í hörkuleik 21-19 móti Fylki. Mér langar nú bara svona áður en við höldum áfram nýta tækifæri með að vera að kynna leikmennin að hrósa HSÍ og Fylki fyrir frábæra umgjörð. Það er bara gaman að taka þátt í þessu sem leikmaður og þjálfari og ég veit að stelpurum fannst þetta gaman og þessar útsendingar hér sem við erum að taka núna og þú veist það er kynnir og þetta er bara þetta er búið að vera átt í mörg ári. Mér finnst alltaf vera stígu upp, alltaf koma meira með stemning í þetta. Þannig að eins og ég bara hrós í kosmosin frá okkur á HSÍ og Fylki. Við gleymdum kannski að fara yfir það að dómarar hér í dag eru Þorleifur Árni Björnsson og Jón Karl Björnsson, þeir eru þó ekki bræður. Nei. Og eftirlitsmaður Guðjón Edda Sigurðsson. Hann var eftirlitsmaður í síðasta leik, kom og seint í síðasta leik af því hann var að klára Valur FH í meistaraflokki karla. Hann er líka bara metlangur. Já, sáleikur. Já. Það var eitthvað klukkuvesen og eitthvað. Já, þeir voru bara í klukkuvesen. Það sem að FH-ingar unnu með hvað? Þremur mörgum. Endaði með 3. Þannig að það er 1-1 þar, stefnir í vonandi 5 leikja serju. Endaði á gömlu góðu skeiðklukkunni sem drótt 2 Já, solid. Ég fíla skeiðklukku og svona bortennisspil, það er uppáhaldsmið. Ég vil helst hafa þannig. Þannig var alltaf í gamla BSL KR þegar KR var með handboltalið. Það er ekki með það lengur. Nei, sorglega fréttir í dag. KR-ingar búin að draga liðið sitt úr meistaraflokkskeppni karla. Þeir eru verið bara með yngri flokka. Það verður erfitt held ég að halda upp í starfið þar sem er engin meistaraflokkur sjáandi framöndan. Þannig að þetta eru leiðilega fréttir. Ég hefði sko með við áhugina þá hefði ég kannski skilið að þeir vilja ekki fara upp en að leggja niður deildina var alveg algjör glabræði. Já, þetta er hundfúlt. Þetta er hundfúlt. Ég get lofað því að það eru allir mjög margir ósáttir með þetta. Það er mjög mikið vinna búin að fara í að byggja þetta upp og gera þetta eins flott og þetta var orðið. Koma sér upp deild og mikil stemning og skemmtileg. Algjörlega. Það hefði verið
Mér finnst það hundleðilegt, sem káringu verði bara að segja þetta er galið og þetta er bara leðilegt. Við ætlum ekki að tala ómikið um þetta er samt svona, ég veit að handboltaheimurinn er búinn að spá mikið í þessu dag. En þetta er síðasti leikur dagsins, vonandi bara veisluleikur Káa Þór Valur og hann er að fara að hefjast hér, Þórleifur er að fara að flauta leikinn á. Það er Káa Þór sem byrjar í sókn. Og óhefbundin uppsetning á leikinum í dag út af leik Vals og FH. Þannig að Valur sem að spila núna fyrir kvenna. Analogs kallaleikurinn vanlega verið senasta leikur. Já, einmitt. Og svo var einn leikur í gær sem er nú ekki vaninn, þannig að það var svona þægilega kannski að nú Eurovision í kvöld, það er leiðilegt ef einhver að spila bara klukkan 9 í kvöld eða eitthvað. Þannig að þetta er allt búið að vera frábært og virkilega vel gert. Þannig að við sjáum hér Káa Þór sækja hér á markið. Ekki það, maður þekki nú nákvæmlega, maður fylgjast ágætlega með fyrst til kanna í vetur, þannig að maður þekki nú eitthvað þessum allavega Þór Káastöðum. Já, og hinar eru gladlega búin að spila með Valu held ég alveg örugglega. Já. Þannig að þetta nú eru með reynslu af meistaraflokksbolta, vel varið þarna, Ástrós Bender með fyrsta varðarskotið. Þannig að maður þekki kannski aðeins meira Káa Þór þar sem að voru í baráttu við Fjölni sem maður var að fylgjast mikið með. Já, klárlega. Það er varið þarna á innkast, Káa Þór ennþá með boltar, búin að vera í sóknir í mínútu, markmann nýbúin að verja hann, þeir fá aðra sóknir í uppbyggingu, ég hugsa að þeir fáið svona kannski 10-15 sekúndur á hann að hundur fer upp, myndi ég halda. Já. Sér hérna hinum veginn í húsinu Guðmundur Helgi Pálsson, ennþá með medalíun hálsinn. Já, fyrsta markið. Það var Ásdís Guðmundsdóttir sem skoraði þetta mark, fyrsta mark leiksins. Er það ekki rétt munið að hún spilaði línu í meistaraflokki? Jú, ég held að vantilega miðjumannin hjá, vantar svona aða miðjumannin hjá hérna Káa Þór. Já. Það er ekki brotin með reglu og segja þetta vitlaust. Nei, það er ekki gott. Og Káa Þór verður líklega bara í kvennaboltanum næsta vetur, þess að þetta er ekki Akureyri, það er ekkert samstarf milli félagana. Karlamegin. Voru reyndar að koma ykkur að fréttir, það var eitthvað tilbaka er það? Eitthvað svona, þú veist, tjekki hvort það myndi verða ekki. Já, þetta er eitthvað óalega skrítið. En það er búið að ganga held ég vel Káa Þór kvennastarfið, þannig að hérna tilgangslaust að breyta því held ég. Já. Sjáum hvað gerist hérna, það var flautað aðeins og snemma þegar Valsstúlkur brjóðust í gegn. Já, það eru minnilega sterkar varnarlega þessar Káa Þór stelpur og hérna það eru mikla tökkur í þeim, það er kraftur í þeim og hérna ég er mikla mætur á þessu liði. Vel gert þarna, þetta er rauningur að víti, já, ef hún var ekki teg, þá er þetta rauningur. Við sjáum hann alltaf aldrei hérna hvort hann stendur teg. Nei, en ef hún var ekki teg, þá er þetta 100% réttur dómur. Já, hún keyrir á hana. En það er mjög skemmt að segja fyrir því að flest allir leikirnir í dag byrjaði mjög rólega með fáum mörkum. Já. Minnleikur á hann, það var þessi fjóri hvern yngri, þá var 1-0 eftir 8 mínútur eða eitthvað, sko. Og það var bara mjög rólegt, sko. Það var enginn að drífa sig. Svo var það alveg bara gjörsamlega öfugt þegar liðið tók á leikinn. Það er svona ákveðin spenna og stress. Já, ég fann það klárlega allan áðan hjá mínum stelpum og hjá mér sjálf. Það var stress og spenna, það er ekkert alltaf í svona leikjum og hérna, það er eins og þessar stelpur kannski aðeins vanari í, sko. Þannig að það verður kannski aðeins þægilega andrúmsloft. Það eru samt að tæknifélaginn að kasta boltanum út af. Það er allir stressaður og spenntir og það er mikið í húfi. Þetta er svona ákveðin upplifun að mæta þarna og það er kynnir að kalla inn og... Þú kynntur inn hjá með nafni og það er við erum í fylkishöllin. Já, við erum mikla áhyggjur, fólk sem segir það, af fylkishöllinu uppálega. Þú veist það, þegar maður kemur í yngjaflokkaleiki þá eru hérna bekkirnir nær stúkunni og þá horfum við bara hérna á vegginn og það er eitthvað svona, það er kannski ekki bara einhverju krakkar og meistaraflokki sem liggja hérna á gólfinu og ekkert að frétta. En núna, maður er hérna við vegginn á móti stúkunni, búið að setja stóla fyrir fram, þetta er bara umgjörn er frábær og húsið frábært fyrir þetta. Stúkan er lítil, það er lítill að fylla hana, þannig að hérna þetta er frábær vettvangur fyrir þessi úrslit. Eins og ég hafði áhyggjur uppalega en bara þeim hefur tekist virkilega vel til. Ég langar það aftur, hrósa þeim. Ég með hrósa þeim svona 3 viðbót í útsendingunni. Það er bara í góðu lagi. Já, það er mistað hana boltan, Valsstúlkur. Og Káa Þór hefur þá tækifæri á að komast í 2-0 hér. Sjáum hvað setur, það er spila hérna. Leysir á línu og vel gert þarna og það er annað mark. Lengum á 24. Þóra Stefansdóttir. Það er koma Káa Þór í 2-0. Þetta er hérna... Frábær línusetning. Hvað segirðu? Það var frábær línusetning. Já, þetta var frábær línu og það var hérna
bara gott pláss sem bjóð til hann á línni. Áður búið til blokkurinn, aðeins haldið í hana og bara virkilega vel gert. Þannig að vel gert hjá K.A. Þór stelpum. K.A. Þór hefur nú verið þekkt fyrir það að vera góður yngri flokkunum eða ekki? Jó, bara klárlega og bara mjög gott starf, sérstaklega kvennamegin. K.A. Þór starfi hefur gengið mjög vel og gaman að sjá þegar að félög að leggja sérstakar metnað í kvennastarfi. Það bara virkilega gott að náða að vera. Já. Og Skind með skot þarna varið Sunna Pétursdóttir í markinu, er ekki nummer 1 þarna? Jú, það held ég. 3-0 hér, það aftur Þóra Stefánsdóttir. Þetta byrjar sterkt hjá K.A. Þór. Það alltaf ekki að gefa neitt eftir hér. En sé, þær eru ríkjandi deildarmeistarar, unnu Fylki í undanúrslitum. Á meðan Valstelpur unnu Fjölni, sem að margir bjugust við að færa alla leið í þessari keppni. Sérstaklega eftir að tryggðu sér beina þáttakurétt beint upp úr fyrstdeild Jólís. Og þá gátu þær leyft sem nota alla leikmenn allt svoleiðis, en þær bara unnu fram í áttalega og duttu út til Val. Þar sem Valstelpur voru bara talsvert betri, verð ég að segja. Þannig að og allir tala um það að Bílenstelpuna hafi örugglega bara átt sinn lélegasta leik. Já, algjörlega áttu ekki góðan leik og það er vantarlega bara Valslið hefur spilað. Ég sá svona brotahenningi og fór og sá það korter 20 mínútur sem ég sá að fannst mér bara Valslið vera aggressívara og Fjölnislið var ekki nógu líflegt einhvern veginn. Þegar líka þú spilar ekki betur en anstæðingum leik. Nei, ég er að segja, þannig að ég ætla að gefa Valstelpuna kredit. Þær létu Fjölnislið spila illa. Þannig að eiga að sjálfsögðu skila að vera í svona leik hér eins og öll liðin sem eru og það er 4-0 hérna. Var það leikmann nr. 5 sem skoraði? Ég bara, með sínum. Ég held að þetta hafi verið Ólöf Marín Lindsdóttir. Það er leikli hér eftir 6 mínútur 30 sekúndur. Jakob er góðsáttur, staðan er 4-0. Alfreð Finnsson með honum hana. Það er skiljulegt að þið sé ekki sáttir með... Nei, ég meina... Nei, þetta er ekki óskapbyrjun, en í leiknum í leiknum í morgun fyrsti leikur, það var staðan 7-1 held ég upphæðu leiks fyrir IR og FH1 með einu að lokum. Þannig að þetta er nú ekki alveg... Sá líka þannig bara seinasta leik, þá voru þeir komnir yfir. Þeir voru 4 mörgum yfir hálfleik til dæmis Víkur og þeir töpuðu með 3 eða eitthvað. Og svo, ég var 3 mörgum yfir í mínu leik Fylkir á móti HK og HK Fylkir og við töpuðum með 2. Þetta er bara 3-5 marka sveifla. Það er ekki eins og þetta ræði það sko. Þannig að ef það fara að byrja núna leikinn Valstelpur þá er þetta leikur, en ef það er að leyfa þeim að skora vild áfram þá er þetta galið sko. Nú er Jakob að lesa þess yfir þeim og við væntum þess að verði hérna. Við gerum bara ráð fyrir að þetta er hörkuleikur fram að... Já, og núna Valstelpuna þess að fara að býta frá sér. Það er enginn komin í úrslitaleik til þess að vilja ekki vinna áfram. Nei. Þannig að ég er að fá hér skilaboð gegnum hvað heitir þetta? Smáttja. Já, ég ætti að segja eitthvað svona, hvað heitir þetta? Samfélagsmiðla, eitthvað svona. Gamli, þetta er Stefán Guðnason, Gamli. Þóra er systir Magga Stefán Fagraskói, vinna með þetta, mjög gott og bara það komið á hreint. Þetta er beint frá Stefáni Guðnasinni. Þóra Stefánsdóttir, hún er 24. Já, hún er systir Magga Stefán, þannig að hún er Þóra frá Fagraskói, við skulum bara kalla hana það. Já. Allt frá Stefáni Guðnasinni, þökkum honum kærlega fyrir innleggið. Sjá hvað, Óskind skýtur hérna yfir. Það er eitthvað ekki alveg í svona standi eða svona í tjúni hjá Valstelpunum. K.A. Þórstelpuna mjög vel stiltar hérna. Það velja líka bara rosalega vitlaus að sensa taka snemma í sókninni. Það er að finna opnafæri í staðinn fyrir að reyna að dróða sér í gegn. Algjörlega. Og 5-0. Svala Svavarsdóttir. Það er 5-0 hér. Ja, K.A. Þór byrja hann að leik virkilega vel. Ef það halda svona áfram þá sé ekki Valslið að breyka en ég ætla að tippa á þetta jafnist aðeins út hérna eftir. Það er nú bara eins og við sögum á þann að þessar sveiflur eru þannig. Já, í handboltaleikjum. Við sáum líka bara sérstaklega í þessu bikarúrslita helginni þegar að afturöld í kallamegin hafi verið 7 mörkum undir eða eitthvað og fór í framlengingu og unnu.
Eða fórhaldinu framlengu, ég man ekki hvort það var ekki undanúrslit. Þannig að hérna, það allt hægt í þessu. 5-0 fyrir K.A. Þór. Valsarar búinu með sitt leikli í fyrri hálfleiknum. Sjáum hvað setur hér. Já, K.A. Þór stefnir fasta fyrir. Þarna var Svala öflug í vörninni. Og sjáum hvað setur. Góð línusending og það ætlar ekkert að fara inn í hann skjóti stöng. Þessi þurfti að fara inn. Já, aðeins að keikja í þeim. Þetta var góð línusending og vel spilað. Það er að koma sér í færi, það er jákvæmt. Þetta lítur betur út þess að þessi er að koma sér í færi. Já. Það þurfa bara að fá stoppa, kannski líka kveikja henni síðan. Já, algjörlega. Já, ég meina, það get ekki leitt K.A. Þór bara að koma til 6 og 7 og 8 og 9-0. Það er ljóst. Sjáum hvað setur, K.A. Þór stelpur hérna, Svala. Þannig var Ólöf Marín, Svala aftur. Þannig erum við að leita setting og það er mark! Hvað er í gangi hérna? Ásdís Guðmundsdóttir með þetta annað mark. Það er 6-0 helgi. Já, það er kannski ekki alveg það sem byggust við hérna fyrir leikinn. Nei. En eins og ég sagði samt við þig að þegar að K.A. Þór liðið er á sínum besta degi, þá finnst mér að vera besta liðið í deildinni í þriðjaflokki. Það er mitt mat. Og þessi deild, fyrsta deild, hvernig hefur verið frábær í vetur í þriðjaflokknum. Það voru öll 6 liðir sem fóru í úrslitakeppni áttu séns á að vera Íslandsmeistarar. Að mínum mati, öll mjög góð jöfnlið og vel, þetta er bara beint á markið þarna. Sunna þarna með sitt annað var að skot, held ég alveg eitthvað frekar þriða, annað já. Jæja, stela boltan á valstelpu, vel gert. Bara fara alltaf leið að skora. Við vonum bara fyrir leikina, vel, hvaða vörn, þetta geggjur vörn. Alexander Pettersson vörnuna. Þetta var algjört. Slópar í boltan. Það er eitthvað ósáttir hérna. Það er eitthvað fótan á hana eftir að stóði boltan. Svo sem getur alveg vel verið. Við sáum það ekki, hann stóð fyrir hérna. Við erum með ná litlum palli fyrir aftan varamannabekk Vals, þannig við sjáum ekki alveg. En þetta er frábæri vörn, hún slær bara í boltan. Hún er komið í manninn, þetta er virkilega vít og 2 eða eitthvað, en hún kemur bara við boltan. Geta komist í 7-0. Svala með boltan út í horn. Hún er sterk hérna í horninu, Una Kara. Mjög skemmtilegur horn maður, vel varið, Ásdís Bender. Með sitt annað varða skot. Já. Ná 2 stopp með röð, þannig að... Já, nú þurfum að fá sko 1 mark, annað stopp og þá er þetta alveg... Þá erum við að dansa. Þetta segir bara upp á leikinn sjálfan að gera hann. Kristín Ardís, eða Kitta eins og hún er kölluð, með fyrsta mark Vals, staðan 6-1. Já, það er örgulega smá spennufatt fyrir K.A. Þórstöfn að byrja svona sterkt sko, þannig að það þurfur glaðið svona að róa sig og ætla sér ekki móð. Það er vinninn að leika ekkert með 20 mörgum, það sé alveg gefins. Já, við erum aldrei að fara að sjá svo stóra mun eftir þessu. Nei. Já, sjá þetta Una Kara. Þetta er búið að vera í langa tíma eitt af mínum uppáhaldsleikmönnum í svona yngurflokkunum. Þetta er í sáin einhvern veginn í 4. yngri líklega einhverju úrslitahelgi eða bikarúrslit eða Íslandsmót, ég man ekki hvað það er. Hún er bara mjög magnaður íþróttamaður. Sér það, hún hotnamann lítill, kemur bara út og hún er bara komin í skitt og plaffar á markið. Það er ekki margir hotnamenn sérstaklega í kvennabolta sem gera þetta. Nei, þetta er ekki algeng sjón. Og vel lína, já, vel spila sendingan á línu þannig. Það hefur þurft að fá mark þarna. Já, óheppinn, þetta var, hvað var þetta, Alessandra Diljá sem að fekk boltan á línunni. Já, 7-1 í staðan, 12 mínútur og 30 sekúndur liðnar á leiknum. Og K.A. Þór með boltan geta komist í 8-1, þetta er ótrúlega tölurinn í byrjun. En við minnum á að það var 7-1 í gær í morgun hjá IR og FH. Fjórða kvenna eldri. Og það er 8-1. Þóra frá Fagraskógi með 3 mörk. Þegar hún horfir á leikinn aftur á Þóra og hugsa akkur hún að kalla hann Fagraskó, Stefán Guðnason byrður að heilsa, það er bara svo leiðis. Allir góður hluti gerast í kringum Stefán Guðnason. Góður hluti gerast hratt og þeir gerast stórt. Stefán Guðnason er 2 metrar á hæðan, 2,4 eða 2,6 eða eitthvað.
galinn stærð á manni. Fyrir markmaður í handbolta. Núverandi góður maður í lífinu, maður. Já, og svo hvað að gera, það getur komist í 9-1 hérna í hraðahlaupi KA Þór. Og skýtur það 2 stangar sláa skotin í röð hjá Sigvard liðinu. Þessi Sigvard skotið sem þetta heldur. Það voru séns að komast í 9-1 hérna. En Valstelp með boltann. Já. Þetta eiginlega svo lítið ótrúlega tölur, en hérna svona óraunverulegar, en sjá hvað gerist. Gult spjald hérna. Þóri fyrir að fara eitthvað? Já, Fagari skóri með gult. Sjá hvað gerist í kjölfarið. Leysur á línu. Kitta, sækir á markið. Það er bíða bara að neftinu, mjög vel gert. Þetta er góð vörn hérna. Hýttir hendina að fara að koma upp hjá dómaranum. Já, Jonni, þjálfari KA Þór, aðstoðar landsliðsþjálfari er eitthvað beðið höndina. Höndin lítur að fara upp núna. Já, hún fer örugglega upp núna. Annað verið skrítið. Hún fer ekki upp. Já, núna fer hún upp. Það er búin að fara rosalega langa tími þessu sókn, það verður að segjast. Það er náttúrlína og það er mark! Alessandra Diljá með sitt fyrsta mark, Birkisdóttir. 8-2. Já, nú er þetta svona þægilegri tölur að horfa á fyrir Valslið held ég. Við komum við 2 mörk. Segjum að fóra stoppnum á mark og þá er þetta bara, þá er þetta orðið svo tiltölulega eðlilegt. Þannig að það geti að hætta að hugsa um þetta sem einhvern gigantíska mun. KA Þór hérna með boltan í sókninni. Með 2 línumenn. Sjáum hvað verður. Það er skora bara Ólöf Mari með sitt annar mark. 9-2. Já, þetta er virkilega gott. Virkilega gott. Heyrið þú þegar ég fæ svona upp í heyrnartólin? Ertu búin að heyra mikið í koma svona læti þegar ég tala? Ég er að spyrja það bara svona live hérna. Ég veit ekki hvort að útsendinga, nei, við varum að láta mig vita. Ég heyri allan í skringilega í mínum heyrnartólum. Ég heyri bara mjög vel í þér. Þú heyri, og það ok, það er ekkert fyrirlegt. Þá er bara þeir sem eru að hlusta, þeir bara biðja okkar afsökunar. Við erum að reyna að finna út þessu live hérna, en ég held að sé bara góðir. Og þetta er vel varið þarna. Ég vil bara ekki vera öskri yfir ykkar. Sunna með þriðja var að skota sitt. Steig hérna einhvern veginn á boltan. Já. Það geta komist í 10-2 Helgi. Þannig 9-2 fyrir KA Þór. Það er eiginlega lygilega tölur. Já, þetta er svona sérstaklega ljósið að 16 mínútur búnar. Já, þetta er rúmlega helmingur búnar fyrir áleika. Það getur allt gerst hérna. Já, Óli blokkering. Óli blokkering hérna á línumanni. Já. Sjáum hvað Valstelpin að gera núna. Vel varið, Sunna með sitt 4. varðarskot. Hún ætlar að loka þessu bara. Valstelpina með ekki fara inn úr öllum færum. Nei, þær þurfa að vanda sig sérstaklega. Þó það geta ekki tekið endurinn tími eftir sóknir, en þær verða að vanda sig og það verða að fara í bestu færi. Það er akkord í svona stöðu svo getur alls ekki fara að drífa þig. Já, nú er það hraðablaup. Þjálfarnir eitthvað að svara hverjum örum. Elín Helga Lárusdóttir. Ég ætla ekki að hafa það eftir sem ég er að fá hérna frá Stefáni Gunnarsinni. KA Þór tapar boltann, nú og fljótar hann aðeins staðan 9-3 hérna. Allt að gerast. 9-3, 18 mínútur búnar, KA Þór í sókn. Hvað verður hér? Já, alltaf að frétta, ég held að vera vítakast, það er fríkast enn hér. Við erum alltaf að reyna
Þjálfarinn er ekki sáttur, vildi fá skrif hann á dæmi. Já. Ég var svo mikið að fylgjast með hvað þú varst að gera. Ég var ekki alveg að fylgjast með. Við erum að gera hérna margt í einu. Þetta var skrítið. Það skrítið framjá, ekkert dæmt. Ástrós keyrir boltan upp hérna á Kitty. Upp og skrifum við ekki. Brotið á henni. Það verður að læti í þessum leik. Það er klárt. Það er bara, nú er 6 marka munur. Ég var að skora núna, það er komið inn í 5 mörk. Það er svona... Já, 5 mörk og þú veist, búin að skora 4, þetta er ekki, þú veist, það er ekki 6-1, þú veist. Það er svona, það verður alltaf aðra bragur. Það verður alltaf aðra bragur, klálega, ég samla því. 9-3, það þurfa að fara í 9-4 hérna. Það er 11 myndir eftir á fyrirháleik, það er 40 myndir eftir á leikum, það er nóg eftir. Það er nóg eftir. Það er ekkert sem segir okkur að þetta getur ekki farið í báðar áttir. En Valsstefnur þurfa að skynsamlega, það þurfa að nýta færi sér vel. Káa Þór þarf ekkert að drífa sig. Vel varið á Sunnu þarna. Tekur bara sitt eigið frákast. Sunna kom með 5 varinn. Þetta er samt enn og aftur ekki rétt færi sem það er að fara inn. Þetta var bara skotið sem að koma inn úr hægri skitna, það var bara ekki verið góð. Það er bara... Það var að teygja sig í skotið einhvern veginn og... Það er ekki, já, ekki alveg nóg gott. Já, eitthvað stress á þeim, undirhaldar skot, vel var í Ástrósu. Ástrós kom með 3 varinn og það er innkast hér. Þetta var leiklegir stund 9-3. Það var búið smá panika í sóknarlega. Já. Káa Þór, þannig að það er hérna að tekja leiklega. Þetta er fjórða, eða er að tapa boltanum, þetta var 4 sóknir í röð sem að er að tapa boltanum. Já, já. Svo er maður skilja þetta og taka leiklega. Já, alveg samanlega því og hérna, þú veist, nú verður það bara svolítið að Káa Þór aðeins að fókusera. Það er vitlaust hérna. Já, Jakob vill að vera aggressívari þegar það koma markið. Við heyrum það hingað. Já, það segir hversu hátt hann er að segja. Já, en hérna, já, þeir eru augljóslega þjálfarateymi Vals eru augljóslega ósátti með framgang mála og hvað þetta sé kannski svolítið soft. Þú veist, það eru búin að taka kannski ekki nógu föst skot, ekki nógu vel íguldu skot og er ekki eitthvað með rétt tempo á hlutunum. Þannig að það er ástæðan fyrir það 9-3 og Káa Þór að bara sama skapi á móti og þeir hafa bara komið mjög vel gírar inn í þennan leik. Já, en eitt sem að getum sagt þeim svona til hrósum senstu mínútur að vörnin hafa mér aðeins betur verið að klikka saman. Algjörlega. Vörnin vil að Káa Þór búið í vesli 73 sóknir og var í 4. sóknir núna og taka leikli til þess að bara, já, missið ekki alveg frá sér. Þannig að hérna, það er kunst að halda svona fórustu og bæta við hana. Þú veist, það er ég get ekki segja þessu auðvelt að komast í 5-6 marka fórustu, en það er auðvelt aðra heldur með haldinni. Þannig að hérna... Það er svona ákveð kærleysi sem að við já, klárlega. Og það er alltaf að halda áfram að hafa fyrir hlutunum. Káa Þór sækja hennar markið. Þjálfara þeim í Valsinn fá höndin upp. Vilja fá leiktöð. Hikað þarna. Þann skref. Það er rosalega öll að dæma skref og tekur svona hik. Já, þetta lítur alltaf skill út. Ég held að er ekki dómara oftast að bara leita því að þeir horfa ekkert beint alltaf á skrefin en ef eitthvað lítur ítl út, þá er það skref. Það er rosalega erfitt að telja skrefin í handbolta. Þannig að þetta er meira tilfinning og þetta lítur mjög ítl út og þá er miklu líkur. Já, ef þú ert að hika og allt þetta, þú veist já. Þetta var leitið út, þannig að Valsstefnur vinna boltan. Hann farið í gegn, já. Já, Kristín Arndís með sitt annar mark. Ég ætla að tippa að verða ekki meira svona 3 marka munur í hálfleik. Það væri gaman. Já, fyrir leikinn, við viljum fá allt fyrir peningin hér. Ég styð hvorki í Val mér. Nei, við viljum bara fá jafn og skemmta leik. Það var einn leikur það sem voru í vítakastkeppni. Já. Það var mjög áhugaverð. Það fór 3-1 í vítakastkeppni, nei 4-1 í vítakastkeppni. Nei ekki, 4-1. Jú. Það er alltaf búið að breyta reglunum núna. Já, nú er þetta bara ein framlenging á vítakastkeppni. Já. Það er svona til þess að halda líka dampi í dagskrá. Já. Ég átti leikið þar á eftir, það var bara endalaust tími sem fór af okkur af gólfinu, þannig að við fengum reynda 12 mínútur, eða 10 mínútur að hitta upp. Við fengum hliðarsal fyrst, þannig að hérna... En já, ein framlenging víta var bara fínt, skiljum, það veit, menn að það búin að spila 70 mínútur handbolta eða 60 mínútur, hvað sem sé 4. eða 3. og það er bara fengið nóg. Já.
Það var eitt mjög öflugt þar, þess að varði boltinn upp í loftið og svo inn. Það var mjög áhugavert víti. Það er skref hérna. Já, það er alltaf að gerast. Ólólegt fríkast. Já, það er ekki alltaf spurt um það. Allir að drífa. Akkur er bæðilegin að drífa þessu svona mikið? Mér finnst þess að bæðilegin sé eitthvað, það er ekki 8 mínútur eftir leiknum, það er 8 mínútur eftir fyrra leik. Það er alveg að nóg eftir. Sérstaklega að K.A. Þór Já, mér finnst K.A. Þór með galið skotin að höndin ekki þessu nálægt að koma upp, ekkert að gera, skilur skrítið skot bara, Þetta er þetta ákveðið kæruleysi og svona stress sem grípur sig. Algjörlega. Þau byrja að minnka aðeins muninn, þá kemur svona ákveðið stress og þetta verður erfitt. Það er erfitt að halda fórustu. Já, það er bara þannig. Það er ennþá í 9-4, K.A. Þór og meðan valdstöfnum með boltan. Voru komin inn í 9-2 þaðan. Já, frákastið. Já, það er brot, ég held að Jón Karl hafa ætlað þetta með að fót þarna. En Þorleifur dæmir að valdstöfnum hafi hrind henni þarna. Alfreð eitthvað ósáttur, hann fær guldspjald á bekkinn hérna. Já, guld á bekkinn. Þeir eru búin að, ósáttur með þetta töð á bekkinn. Hættum þessi Gaspar samt, það ekki? Ég held það, jú. Gaspar er gott orð. Hættum þessi Gaspar. Já, hættum þessi Gaspar, sagði Þorleifur, vill ekki hlusta á þetta. 9-4, K.A. Þór með boltan. Geta farið 10-4, fá vítakast hér. Ég held að það sé bara hárrétt. Hárrétt, já, það er lit. Leita hann út. Alfreð góðsáttur. Guðjón Öll segir ekki orð, eftirlitsmaðurinn. Sjáum hvað gerist. Ásdís Guðmundsdóttir á punktinn, eða línuna. Og skorar Ásdís með þessi þriðja mark. 10-4, 6 mínútur og 15 sekúndur eftir að fyrra leik. Valsstjörnurnar þurfa vel að minnka þetta niður svona 2 mörk bara fyrir sjálfa sig. Já, það er bara þannig. Já, Alfreð góðsáttur með hvernig er lúkan á vellinum. Það vantar eitthvað svona, það er eitthvað off-tempo í þeim, valsstjörnunum. Sækja hérna. Sendur á línu, vel spilað. Komum við með 3 línumenn. Já, Elín Helga áfram að leysa hann inn, skorar sitt annað mark. Una Kara. Reynir sendingun á línu. Halda boltanum stand 10-5, 5,5 mínútur eftir á fyrra hálfleik. Þessi K.A. Þór er ekki búinn að skora í dágóðan tíma. Já, það skora 1 hérna, voru ekki búinn að skora þá í svolítið langa tíma. Það er búinn að skora 1 á svona 7 mínútum eða eitthvað. Já. Það er vel meira. Ekkert dæmt þarna. Ég held að það sé bara rétt. Já, Valsstúlkur vinna boltan. Nú er þetta komið allt í eðlilegar tölur. Þannig lagað. 10-5, ef Valur jafnar minkanum í 10-6, þá er þetta bara hann galopinleikur. Já. Það er bara svoleiðis. Jónatan er að fá útskýringar frá Þorleifi af hverju hann dæmdi ekki. Já. Og Jónni virtist bara jánka því, skildi það. Það reyna línusendingu, brotið á línumannum. Ísabella María Eiríksdóttir komin á línu. Þess að verðist vera frekar opið fyrir að sendingarna á línuna. Já. Flest mörkin þeirra hafa verið að koma þaðan. Þekkja minna broti svona. Broti komna vel á undanþátt skotinu. Já, hún hengur samt í henni alveg, þannig að hún tekur hún úr jafnvægi. Þannig að ég held að sé bara rétt sko. Já. Ég er bara eitthvað að reyna að þræta fyrir þetta. Ég hef ekki tekja mynda brotur svona á hann, ég var ósáttur. En ég líklega rétt. Já. Kristín Ardís með sitt þriðja mark. Skorar nú á vítakastinu. 10-6 er staðan, að vantar marka á klukkuna.
Vantar mark á klukkuna. Vantar mark á komið. Já, hlusta meira á svo lýsendur. Það bara svo leiðis. 10-6, 3,5 mínútur eftir að fyrra áleik. Það eru einum fleiri þannig að vonandi verið þær geta nýtt sér þann mun og kannski ná mikið taka aðeins meira. Já, við vorum vantar að káa Þórstelpur aðeins en að nýta tíman og halda smá forystu. Halda boltanum, teygja þetta aðeins. Rúm mínúta í mannin. Hún að skora þetta. Ólöf Marín skorði 3. mark, hún bara að drjúga þetta fyrir utan hægra megin. Ja, miðin og hægra megin. Hún að gera þetta vel. Já. 11-6, 5 marka munur. Vel gert þarna. Þetta var vel spilað, hann opnaði hornið. Já, og Ragnhildur Edda skorði fyrsta mark úr vinstra horninu. Þetta er svona vanalega uppskriftin þegar þú ert einum fleiri. Já. Teygja á og gott hornafari. Og þetta var vel klárað, vel skotið og það eru konur í 7 mörkina, 11-7, 27-35 á klukkunni. Það er leikinn 2-30. Allavega. Vinna hérna Fríkas, K.A. Þórstelpur, maðurinn kemur inn til 3 sekúndur. Ná að spila hann inn. Ég verð samt að viðurkenna, mér finnst að bæði lið er að fá fullloka tíma til að spila. Já. Öndi fór seint upp núna, hann fór seint upp líka hinum megin, ég sammála því. Alveg sagði ég sammála, hann búinn að fara seint upp beggja megin. Það er rétt hér. Það er stillipinni fyrir Ólöf Marín. Hann línaði, þetta er rétt, ennþá höndin uppi því að bolti fór nú ekki á markið. Var það? Nei, þetta var í hávarðinni. Já, ég veit, þannig að höndin er ennþá uppi. Já. Höndin er ennþá uppi. Það er bara annars skot hjá Ólöf Marín. Ólöf Marín sem er ekki svo hæsta af þetta, hún er bara að vinkla sér upp, hún búin að skora 3 mörk. Hún þarf ekki að vera hár til að geta skoti, hún er góður skotmaður. Já, það er ennþá, það er bara sending og skot aftur. Það er aftur sending og skot. Vel var í Ástórsson Bender, komið 5 Marín, eins og Sunna Pétursdóttir. Já, nú geta það minkað niður 3 hérna, það er mínútu eftir að fyrra áleik. Bara passa sig að flýta sér ekki of mikið. Já. Það er skorað. Hann er með 5 eða ekki. Vala Magnúsdóttir og skorði fyrsta mark. 11-8 í staðan, Valstelpur heldur betur að komast í gírinn. Já. Hvað töluðum á þetta? Þetta er 2-3, ég segi hvað, max 3 marka munur í hálfleik. Já. Og það er það sem við viljum fá upp á leikinn. Við viljum fá jafnan leik. Gerir þetta miklu skemmtilegra. Algjörlega. Sérstaklega fyrir okkur. Algjörlega. Við spurðum ekki neitt annað. Nei. Ég held að þetta sé bara skref. Er það? Já, hún er búin að taka 2 skref fyrir snúningin. Svo er hangið inn, hann er búin að taka skref, þá er ekki hægt að dæma það. Nei. En ok, 10 sekundir, 8 sekundir eftir. Ekki dæmt þarna og þetta var hræðileg sending. Já. Þetta var hræðileg sending. Klaufar hann að lokatölur í fyrra áleik 11-8. 11-8, báði markmenn, markmenn beggja liða búin að vera 5 skot. Markahæstu leikmenn K.A. Þór er Ólöf Marín Lindsdóttir, Ásdís Guðmundsdóttir og Þóra Stefánsdóttir frá Fagraskógi, alla með 3 mörk. Og markahæst hjá Vale, Kristín Arndís Ólafsdóttir með 3. Er eitthvað sem við viljum bæta við þetta núna fram að seinna áleik? Nei, ég held nú ekki, þetta endaði betur en þetta leit út fyrir þetta byrja með. Já, þetta byrjaði skellilega fyrir Val. Þannig að þetta er ennþá galopin leikur og þannig að Valstelpurnar koma stemdar eins og Þór K.A. í fyrra áleik, í seinna áleikin, þá geta þær vel snúið þessu við. Það er spurning hvort að Þór K.A. taki sér saman og koma út eins og þeir byrjuðu. Já,
En það þurfa að gera það, ef það verður eitthvað værukeyrt þeim meginn, þá held ég að Valur sé að fara að vinna sig fljótt á fullinu leikinn. Já. Þannig að hérna verður fróðlegt að sjá hvernig seinni hálfleikurinn verður. Staðan 11-8 K.A. Þór í vil og við mætum bara spenntir hérna með seinni hálfleikinn eftir örfáum mínútur. Já. Þökkum fyrir okkur í bili.
Já, verið velkomin áttur með okkur hérna í seinni hálfleikinn í úrslitunum hjá þriðjaflokki kvenna. K.A. Þór Valur, staðan 11-8. Valur byrjar með boltan. Við erum on hérna. Við erum on. Fyrirgefðu Helgi minn, ég var eitthvað aðeins að... Góðu. Þú ert svo mikið spjallari. Já, ég er mikið spjallari. Ég er ekkert að stressa með þessu. Herru, það er seinni hálfleikur. Já. Þannig 11-8 og þetta verður eitthvað algjör vitleysa hérna í 30 mínútur. Þetta er að gera ráð fyrir að verði færi smá meiri harki í þetta hérna líka. Það er ekki komið neitt óvart. Ég hugsa að verði jafnvel 2 mínútur sko, ég vil eitthvað bekkin hérna eftir sig fyrir mér og það verður eitthvað læti. Valstelpur í sókn hérna, Höndi komin upp. Sunna Pétursdóttir heldur að verja. Þetta var mjög skemmtilegt. Hún ætti bara að sparka í boltan og hún tók dýfingun á þetta og dýfði sig niður til að sparka ekki í boltan. Leikmannum með 20 hjá Já, varnarmann, já, vel gert, svona að gjörða. Höndi var komin upp á hans og náði skoti, náði frákvæmsti, reyndi að sparka í boltan og halda boltanum og það er frábær vörn hérna hjá K.A. Þór og þar fleygja sér ekki á boltan, hvað er þetta? Þetta ætti að hafa verið fríkast og það er vinna hér bolta, þetta er skora margsi. Hvað voru þetta K.A. Þór að gera? Hvað fleygja sér? Hún hætti bara við að ná í boltan. Já, en hún satt. Þetta er náttúrulega klálega fríkastar sem hún er komið með hendina á boltan og hún rýfur hana. Nei, sko, áður hún skilju að vinna að taka henni á vörn og skoppa hana þessu og þá átti hann að fleygja sér. Það er horfðu bara á valstelpuna og svo fór hún eitthvað á hana. Ég er saman, það hefur verið fríkast. En hún hefði ekkert að græja þetta áður. Það átti alveg lengur að koma með boltan í hendurnar, alveg rétt. En 11-9, þannig að þetta er orðin alveg leikur. Já. Það er að ofan línu K.A. Þór er bara að tapa mótjóni hérna. Það eru búin að minka neitt markina. Auður Ester, þessi annar mark er röð. Já. 11-10. Þú veist. Þetta er fljótt að gerast. Þetta er fljótt að gerast. Hvað var staðan á hann? Var hann ekki 8-1? Það var 6-0, 8-1, 9-2. Þetta voru stöðunar sko. Já. Svo átti það bara erfitt með að skora 10. markið. Það skoraði bara 10. markið og svo skoraði langt í 11. markið. Það kom bara erfiðu kafli þarna sem að gerist og við vissum alveg að leikurinn færi ekkert bara 44. En vel gert þetta. Ásdís með sitt 4. mark. Já, hún er búin að vera öflug. Hérna nokkra kveðir að norðan og annar stað. Við bara kostum kveðir alla sem eru að horfa og gaman að fólk sé að hjúna hérna inn. Já, þú náttúrulega þekkir náttúrulega allir handboltanum, þannig að þú sest við þannig lagað og búinn að setjast hérna með 3 silfurmedaljur, þannig að lífið blasir við mér hérna. Vel varið hjá Sunnu, hún er komið 7 varið skot. Ef hún heldur svona áfram og gerur hún, ef það er vinna og hún heldur svona áfram og gerur hún tilkall til þess að maður leiksins, að mínum mati. Já, klart mál. Hann setur til dæla jafnt allt saman. En það er 12-10 og Valstelpur með boltan. Svo ég minnist á það aftur í seinni hálfleik sem gerði fyrri hálfleik frábær umgjörð hérna í Fylkishöllinni. Fylkir og HSI og hróskilið fyrir frábær umgjörð. Það voru mjög flott hérna þetta. Mjög flottur dagur og Þórvörks live hérna sjá útsendingar. Þetta er geggjað. Þetta er ekki bara rauðningur eða? Já, það kemur það fjörstast áfram. Á runni slitta þessu. Já. Æja. Einhver sagðan ég hef kallað hérna Kristínu Arndísi Katti hérna. Þú heyrið þannig að ég hef bara búin að kalla hana Kitty. Nei. Hvaða mark er þetta núna hjá henni? Skora hún í þessu tölu orðum. Vá! Það var bara samarinn inn. En þú kallaði hana einu sinni Kitta. Já, Kitta er fyrir Kitty. Já, ég held ég óvart sagt það. En ég sagði þetta aldrei Katti. Nei. Ég var ekki að kalla hana hvað. Það er bara svoleiðis. En Kristín Arndís, Kitty, er með 4 mörk. Þar á þetta
fáralega dúndur mark hérna. Já. Þetta eru skref, þarna voru mikið skref hann í hérna. Þetta var Ólöf Marín Lindsdóttir og hvað gerist? Og að vítakast og 2 mínútur. Já, vel sótt hann Unu Köru, Vítalín, fær víti. Þetta hefði verið efni í góðan brandara. Jep. Ásdís með 5. mark, hún er búin að vera mjög öflug hérna þegar þurfa á því að halda K.A. Þórstelpur. Ég vil kasta kveðið út í kosmosin til starfsmanna Huppu. Við hefum mjög góðan afstand á Huppu bráðum. Já. Það er bara svoleiðis. Ég til í það. Já. Góðrís, gott starfsfólk, góð randi. Heyrðu, 13-11 í staðan. Það er Kitty margum nefnda tekinu umferð. Já. Það er sett mátakur umferðið í 3. flokki. Já. Það má ekki í 4. Það passa dómarinn upp á að leikmenn geti fengið boltann, en hér mátakur umferð. Kitty búinn að skora hérna 4 öflug mörk og tekið úr umferð. Og það er annars svakalegt mark hérna. Vala Magnúsdóttir. Vala með þessi annar mark. Það er bara fallið mörk núna. 13-12 fyrir K.A. Þór. Þetta er svakalegt. Þetta er svakalegt. Það er mínúta núna í að Valur verður með fullmanna lið. Í löngsen og Una Kara! Sérðu þetta? Una Kara með annar mark. Ég er að segja þetta er geggjaður íþróttamaður. Ég er mjög mikla mætur á henni. Það er bara tilfinningin sem hún lagði í að fagna þessu marki. Algjörlega. Erfið sendingarna en Vala náða Það gera Valstelpur hérna. Jónatan er, ég held að hann sé núna einhverju einustu sók búinn að kalla þetta skrefum. Já, finnst hann að hafa eitthvað til þessi máls einhvern tímann eða er hann bara að biðja of mikið eða? Ég myndi alveg segja að það er alveg, þetta er svona, hvað maður segja, gráalínan. Það gæti alveg dæmt á einstaka atvik hérna. Þarna hárið eftir Unnur. Fá kommentin að einhver ákveðin aðli innan HSI var aldrei fundið lyktin á ruðningi. Það var eitthvað að kommenta þetta. Við finnum lyktina, við erum það nátt vellinum að við finnum lyktina þegar ruðning. Já. Það er ruðningslykt oft af hlutunum, það er bara svo leiðis. Já. Skrefa lykt, það er fullt að, það er alveg þefur á mörgu. Herru, K.A. Þór getur komist inn í 3 marka forystu. Í fyrsta skipti síðan bara í upphafi síðaráleiks. Þetta er hörkuleikur. Þessi þóttu myndir ekki segja með nafni á þessum manni, þá myndir samt örgulega geta giska á það. Já, þú getur prófað að skrifa hérna. Ég þóra ekki að segja hvað það er. Ég ætla ekki að segja Ástúr Spendir með sitt 17 varna skot. Það var rétt giskaður. Það er bara einn maður sem myndi segja þetta. Það var rétt giskaður. Þeir eru reyndar 2. Það var mjög skemmtilegt. Sjáum hvað Valstelpur gerir hér, geta minnkað í 1 mark. Það er ákveðin smurostur í því. Já, þú segir það. Þegar maður fær áskornin á bortið sín, þá bara klára maður það. Já, það er rétt. Á hótkast þarna, varnarmenn K.A. Þór kom við boltan. Þessi vörðin á K.A. Þór er að smella betur aftur saman. Já, hún er að vera svona söm eins og var inn upp á leiks. Já, þetta verða erfiðar og erfiðar fyrir Vala að brjóta sig í gegn. Kristín Arndís með sitt 5. mark.
Hver átilega ná átti að verja þetta á Sunna Pétursdóttir. Já, fékk á sig inn í gegnum og var komið með boltan. Já. Næstu búinn að verja hann. Ég held að hann með þess að varið að þetta ekki verið vörðin á hann tekið boltan. Já. Algjörlega. Það er ekki spurt af því. Nei, það er bara mörkin talin upp á Kjörgóssonum. Já. Mér finnst það svona smá hik á Káa Þórstöfn í sóknum, kannski er það vörðin hjá Val svona góð. Og þetta er hotkast. Það er líka bara erfitt, eins og þegar gekk nú vel í byrjun, svo kemur smá hikst á þetta og það er einhvern veginn farar að efast og... Já, það er aldrei sama kapl aftur. Nei, það er ólíklegt. Já, það er bara, já, það gerist rosalega sjaldan ef það gerist. Já, þarna var Ásdís sem búin að eiga skínandi leik, búin að skora 5 mörk, hún er að ógna þarna. Og svona aðeins Ólu Marín sem er nú búin í vinstskiptin seinna hálfleik og búin að vera að fá þessi skrefadóma hérna, búin að taka hérna, snúa sér hringi og eitthvað. Það fríkast ekki dæm. Það er að taka áhugaverða sensa hérna Káa Þórstöfn. Frábær vörn. Já. Það spyrir hvort þetta sé eitthvað sem er æft bara á... Já, þetta er þetta gott að taka þetta slásun í boltana. Þú veist, en alltaf ef þú hittir ekki þá er þetta alltaf alla fríkast ef hún er komið fram í, þá er þetta hugsalega víti tvær og eitthvað. En ef þú nærð þessu þá er þetta rosalega dýrt stopp. Sumar áskornir á erfiðar. Fínt að taka eina áskorn í leik. Já, það er yfirdrifin á. Frábær vörðan hjá Valstelpum fannst mér. Það var mjög góð vörn. Já, þetta er orðið aðeins þungt hjá Káa Þórstöfn, en það er 14-13, 19 mínútur eftir. Spennustig hátt hérna, góð stemning í húsinu. Værum alveg til að sjá aðeins fleiri hérna, en það er alltaf eitt liður utanbæjarlið, það er kannski... Líka Eurovision. Og það er þetta Eurovision. Já, næstum að gleyma því. Una Kara vel var í Ásdís og Bender, og komið 7 varinn. Svo er náttúrulega líka hellingar af fólki að horfa okkur, það eru 96 manns að horfa okkur. Það er bara svoleiðis. Já, 100 manns að horfa, við bara skilum kæri kveðju. Já. Og takk fyrir að vera að horfa okkur og við vitum það að leikmenn og þjálfarar og aðrir horfa á þetta í kvöld og á morgun og leikirnir eru allir náttúrulega aðgengilegir á YouTube-síðu HSC. Bara beint eftir leik, en fljótlega eftir leik. Já. Þannig að gaman fyrir alla sem tók átt í þessum leikjum, við getum horft á aftur. Algjörlega. Ég hlakka til að horfa á silfurleikin minn aftur. Ég var stendur á það. Það var líka vítakenda mark! Þessi lakinn hjá Ragnhildur. Ég held að það var þetta með víti, ég sá ekki þetta fyrir starfsmennu Káa Þór hérna. Varamarkmaður Káa Þór byrjaði að hita sig upp. Já. Ekki það, markmaður er búinn að vera í öllum boltum. Vantar smá heppni upp á hann, sé að verja þetta. Algjörlega. Slöggsending, hraðaglaup. Og Ragnhildur með þessi 3. mark. Þá er Valur komið yfir í fyrst skipti leiknum, eða ekki? Já. Þá tekur Jónatan leikli. Og þá taka Káa Þór leikli hér. Þetta er aldeilis búið að snúast við, staðan var eins og við sögðum á hann 6-0, 7-1, 8-1, 9-2 og nú er 14-15, 17 mínútur eftir. Nú er mjög mikilvægt fyrir Káa Þórlið að fara ekki eitthvað panik. Já. Ég er alltaf öll stemning með valsliðinu eins og staðinu núna. Það er hafa enga að tapa hérna, það voru með tapaðan leik þannig í höndunum, það voru svona með skrítileik í höndunum, nú er það bara konum yfir hönduna og nú stýrst það algjörlega það hvernig Káa Þór ætlar að bregðast við því. Já. Mér syns það að vera skipt markmann, mér syns Margrét Einarsdóttir að koma inn, Sunna búin að eiga fína leik en hún samt kannski búin að óopinn í síðustu skotum. Það er kannski fínt að hrista þessu upp í þessu. Gott að fá nýtt blóð í þetta. En það samt ekki svolítið fáar leikmenni? Já, er þetta kannski bara lítill flokkur hjá þeim? Hvað segirðu? Er þetta kannski svona lítill flokkur hjá? Já, það eru hvað, það eru 12, ég held að það vantar allan einn leikmann. Held ég alveg örugglega, sem ætti venjulega að vera í hóp. Ekkert, já, það vantar klárlega einn leikmann, ég man ekki alveg hvað hann heitir.
Þannig að það er 30, já, þú veist, það er greinlega ekkert með rist og nóg. Ekki það skiptir ekki öllu máli, bara Nei, svo er þetta líka ferðalag og kostar og allt þetta, ég veit ekki nákvæmlega ástæðarnar, en það eru 12 mættir hérna, 12 stríðsmenn og eru klárir í þetta. Hún er að skipta markmann, Margrét Einarsdóttir er komin í marki á K.A. Þór og K.A. Þór með boltan hérna, Ólöf Marín Lindsdóttir komin á miðjuna. Þú þurfar svolítið að gefa í hérna. Una Kara sækir á. Þetta var fínt skot, opinn, svona sentimeterspursmál, stöngin inn, stöngin út. Algjörlega. 16,5 mínútur eftir hér, staðan er 14-15. Aðeins svona rólegt yfir núna, liðinu aðeins áttast á stöðunni. Ég var að prófa ykkur á snúri hérna. Ég fann fyrir því. Já, ég er góður. Og vonum það að vera snúra sem ég var að tóka því. Já, Kristín Ardís og er hérna undir hérna skiptið fyrir að fluga hérna. Já, Kitty var hérna að keyra hann í gegn. Já. Jón kvart eitthvað að tala hérna við þjálfara K.A. Þór, Jóna. Það er ekkert að frétta. Hundi komur upp. Frábær vörn. Líklega brot samt. Þetta er bara línan hjá þeim í dag, þeir eru ekki búin að dæma á þetta. Nei, kannski ekki, það er rétt. Og þetta er neyðarskot, hún er að halla sér frá og allt þetta skilur við, þetta er, ég veit ekki. Kannski óþarf að dæma á það. Ég vil bara að dómara fylgi sömu línunni þó með svona eiginlega nokk saman hvernig hvort það sé rétt eða rangt, sko. Það er bara línan er svo sama á bæði lið. Góða punktur. Þá erum við að tala kannski svona eðlileg. Já, ég er samanlega í. Ekki þessi hefðbundna rúmenska lína. Nei, ekki rúmenska línan. Það voru furðuleg skrif á fósitann. Já. Óþarfi. Klárlega skrif en það var mjög furðuleg. Já. Valstelpur geta komið til 2 marka fórustu hér. Skemmtileg vippasamt og það verður góð dæma á hana. Já, þetta verður góð kynning. Hún er svolítið að draga vagninn, Kristín. Já, klálega og mjög sterk og öflug. Mikið bilun á milli bakvarðar og hornamanns hana hjá K.A. Þór. Lítur hendina bara að koma upp hjá þeim. Komum svo kölluð. Vel varið á Margrét Einarsdóttur. Hvað var þetta annar boltinn hennar? Já, það var svona, tók eiginlega frákast hann á hann, hvað var að gerast þarna? Una Kara að reyna mjög skrítið skot, Ástrós Anna með 8. varð á skotið sitt. Þetta ekki hefa mikið fyrir því, Una Kara stökkvar til vinstri og skaut beint á markið. Ég vil sjá betur sókn hana. Já, þetta var Una Kara sem vinstri hornamaðurinn er komin í hægri skyttu. Ágætis fintari og ég held að leikurinn henni sé að hann ekki að skjóta fyrir utan á leiðin til vinstri. Það er erfitt fyrir frá markinu, já, ég held að það sé skyldið. Já, vörnin frábær og Ástrós tekur frákastið. Hirðir hann að bolta sem nettur í teginn. Valstelpur keyra á þetta. Far og markmaðurinn kominn. Margrét Einarsdóttir var komin yst í teginn og bara vippa beint á markið. Já, hún veit að líka sjálf, hún ósótt sjálf á sig. Já, þetta var furðulegt og mætt hana mjög undarlega í teginn. Ég veit ekki alveg hvað hann átti að gera, en Valstelpur komnar 16-14 yfir. Þessum úrslitaleik þriðjaflokks kvenna á Íslandsmótinu 2017 í Fylkishöllinni. 12 mínútur eftir.
rúmlega. Káa Þór sem byrjaði leikinn ofurvel 6-0. 8-1, 9-2. 11-8 í hálfleik og þeir eru 14-16 undir hérna. Öll stemning með Valinn staðan núna. Já, vel gert þarna Ólöf Marín. Alveg svo við vildum að Valstelpur myndu minnka munin á það, þá viljum við sjálfsögðu halda þessu þannig að Káa Þór sé að halda þessu jöfnu leik. Já, algjörlega. Við viljum fá að hafa þetta jafnt sem lengst. Og helst jafnvel bara fá framlenging og vító ef það er hægt. Við erum alltaf þar. Já, ég hef gaman að svona þessu rugli. Hún er fann að hita aftur upp hérna Sunna Pétursdóttir. Þetta hérna Margrét Einarsdóttir ekki alveg svona búin að vera 100% á boltanum. Sjáum hvað gerist, Valstelpur, ruðningur vantanlega. Já, guldspjald á Jonna. Þetta var svolítið ruðningur, mér varst að vera. Það var mikill ruðningur. Jonni lét í sig heyra og fikk guldspjald á bekkinn. Þá eru báðir þjálfarar beggja liða búin að fá guldspjald á bekkinn. Já, við getum svona alveg verið sammála. Já, en þú veist, dómarinn verður líka að láta menn heyra að það sé ekki í lagi að öskra bara. Já, algjörlega. Fengur vítakast þarna. Ísabella María Eiríksdóttir sótti vítakast. Jæja, fer Kristín Ardís á línuna. Fer hann innan að Margrét. Kristín Ardís með þinn 7. mark. Þetta er svolítið stöngin inn hjá Val núna og stöngin út hjá Þór Káa. Já, það er alltaf falla með Valstelpunum og hérna eins illa innstiltar að koma upp á leik, þá er það mjög vel innstiltar núna og ég ætla að segja að það sé bara ólíklegt að sé kannað í kortunum heldur en þær séu bara að halda yfirhundinni, en ég vona annað, að þetta verði leikur allan tíman. Káa Þór hérna að leika sig eldur með að fleygja út í horn, engin maður þar. Þjálfari Vals ósáttur með þetta. Káa Þór getur minnkað í 1 mark hérna. Af hverju fer Unna Kari ekki beint í gegn. Vörðin á Val er að standa ágætlega. Já, ég meina Káa Þórstelpur er bara að hörfa frá. Það er ekki að þora að sækja hann með lág eins og að gerði upp. Þetta er vítakast. Nei, hún hefur auðvitað að halda boltanum lengra. Og hann í teig hérna, Valstelpan. Þetta lítur að vítakast, já. Inn í teig. Hann setur mark. Já. Og lenti hann sjálf inn í teig og allur bakinn. Káa Þór getur minnkað í 1 mark hérna niður í 16-17, það er 15-17 og 9,5 mínútur eftir. Ég er mjög skemmtilegt lagi sem alltaf spila þegar Ég sagði ætlaði sko ekki, ég var stressað á sjálfur. En það sem myndi spila alltaf í öllum, þá var það gaman. Ég ætla að væri bara að hendi í eitthvað lag, svo næst kemur bara myndir með skímó eða eitthvað. Nei, hann tekur alltaf Þetta er góð kynnting, þetta er vantilega smá stressandi, að þögn í húsinu kemur bara þetta yfirþyrmandi lag. En hún klikkaði líka, skaut í stöng. Það er 15-17, Valstelpur geta komið til 3 marka mun, 3 marka fórstu. Ef það gerir það, þá er komið 10 marka sveifla á þessu. Já. Það er þið nú eitthvað. Það er að gerast hérna Kristín Ardís. Og með 7 mörk skoruð. Nú er Margrét Einarsdóttir kölluð aftur út af, búin með áhugaverða staðsendingar. Sunna Pétursdóttir kemur inn. Þú veist að setja auka mann inn á enga markmann. Já. Þú verðast líka verið að skipta markmann þegar algjörlega. Sunna Pétursdóttir kemur næst inn þegar markmann kemur inn. Það er 18-15. Valstelpur með yfirhöndina hér. Ástrós, Anna Bender með sitt 9. varða skot. Valstelpur algjörlega með þetta núna. Það er búið að vera bara síðustu 10 mínútur, allt með þeim. Allt gengið upp og stemningin öll þeirra minn.
Við sáum þetta fljótt að sveiflast á hann og það getur jafn fljótt að sveiflast í hina og fyrir tilbaka. Það allt hægt í þessu 8 mínútur eftir. Við höldum með því að það geti allt gerst. Já. Í báðar áttir. En ég ætla að kalla Valstefnu góðar að búa til þessa stöðu úr stöðun sem var áðan. Það bara mjög vel gert. Já, bara mjög vel gert. Það eru 6 mörk mjög vel í þetta seinni hálfleik. Fríkast, vel brotið þarna. Þessi varnirnar að standa mjög vel, það sést bara í tölunum. Það 15-18 staðan. Og Ida Margrét Stefánsdóttir að skora sitt fyrsta mark. Ég held að K.A. Þór markmenni báðu þessi búin að koma við svona 6-7 bolta sem að fara inn. Búin að vera svona óhefnar á boltan. Og það þetta sem skilur á milli, það eru litlu hlutirnir í svona leikjum. Tapaði boltar, auka frákast, 3 auka varði boltar og þetta bara... Já, vel gert hann að Una Kara með 3. mark, stekkur hann á miðunni. 19-17 eða staðan, eða ekki? Nei, 19-16. Það var 4 marka munur? Já. Já, einmitt. Það 19-16, já. Nú þarf K.A. Þór virkilega að stoppa halda. Já. Gott betur. Það er að taka Kristínu úr umferð. Já, Una Kara er að spila mjög framalega á hana. Og hún fer þá aðeins út úr leiknum svolítið. Sjáum hvað gerist ef hún leysir eitthvað inn. Ida er hann að tróða sér í gegn hana. Og ruðningu eða Óli blokkaring. Það halda áfram að taka markmann út af. Sjáum hvað K.A. Þór stelpur gera hér. Það þurfa markið náttúrulega að halda. Þetta var ekki neitt held ég. Þetta er að taka betri ákvarðanir sóknarlega. Þetta er búið að vera þungt og erfitt. Vörnin hjá Val búin að vera geggjuð í seinni hálfleik. Já. K.A. Þór er búið að skora 5 mörk í síðari hálfleik. Var ekki 11-8 í hálfleik? Jú. Þetta. Staðan í síðari hálfleik er 11-5 fyrir Val. Þannig að það er bara algjörlega búið að snúast við hér. Það eru 4,5 mínútur eftir. Nú þarf eitthvað mikið að gerast til að K.A. Þór ná að eyða þessu 3 mörkum. Já, kemur Una Kara á ferðinni. Þetta var vel gert hjá henni. Kemur í skot á réttu takti og minnkar í 2 mörk. 4 mínútur eftir, 2 marka munur. Þetta er æsispennandi. Geggjaður leikur. Þetta er ennþá alveg galopið. Já. Jónatan vill að Una komi niður og hjálpi til að trufla. Þetta var áhugavert. Það fríkast þarna með fólk í stúkunum við á vítakast. Hendi komin upp. Já, vítakast hér sem Valstelpur eiga þegar rúmlega 3 mínútur eftir. Sjáum hvað Kitty gerir, hún er komið 7 mörk nú þegar. Er nú að setja 8. markið. Já.
Ég held hún sé að tryggja sér hér maður leiksins titilinn með 8 markinu sinu. Það var gjörsamlega að draga vagninn fyrir Valstelpur. Kemur mjög óvart ef að Valnefnd HSI velur eitthvað annað. Þetta er alltaf mitt fyrsta val í ljósi stöðunar. Já, klárlega. En leikurinn er þó ekki búinn. 2 mínútur og 40 sekúndur eftir. 3 marka munur, 17-20 staðan. Það er búið að flauta, hún heldur áfram. Það er að passa sig að nýta tíman. Þarna er þetta að dripla á milli og hún getur haldið áfram líklega. Það er góð hreyfing. Skýtur samskeytin að taka frákastið, halda boltanum. Fá annars séns, 2 mínútur eftir, 3 marka munur. Það hafa alveg 20-30 sekúndur að skora mark hérna, svo þurfa að stoppa. Þá eiga þeir fræðilegan. Og það er skora! Ólöf Marín. Hún er búin að vera góð í leikum. Fóði 5 mörk, 2 marka munur, það eru 100 sekúndur eftir. Hvað gerist núna? Spennustig er að fara yfir upp úr öllu valdi. Við erum på róli, þannig. Já. Og Kitty sendir á engan hana. Nú þurfa að káða Þorsteinn Bröskinn sem allar hefa næga tíma. Þurfu ekki að drífa sig. Það er Aldar að taka markmannin út af. Þær hafa 20-30 sekúndur eins og að skora. Þá er nægur tími. Á Valslið eftir leikli, er kannski bæðilegin leikli í seinna hálfleik? Nei, Valsmenn eftir leikli en ekki Káður er búið, einmitt. Hvað var þetta? Og þetta lítur með vítakast! Hún er langt inn í tegi varnarmann Vals. Þarna fer líklega leikurinn ekki nema að vinni boltan með einhverjum stórkostlegum hætti. Vörnin tekur þennan 20-18. Það fóru að þetta með ágætis tilvægum, þurfti ekki að enda á þessu skoti. Tekið leikli hér 34 sekundur eftir. Valstelpur taka leikli, þjálfara Vals öllu heldur. Það er eitthvað mikið gerst til þetta að snúast við. Já. Þetta er að klúra boltanum á næstu 10 sekundum. Það er að skora K.A. Þór á næstu 10 og svo búið. Þessu lega séns, en hérna, þetta verðist vera að sigla frá K.A. Þórstelpum. Það þurfa að ná að stela boltanum, fara upp rætt og... Já, og vinna boltana aftur í einhverju maður og mannvörð. Þetta er næstu ógerlegt en maður er nú séð að sturglara svo sem. Já. Það er allt hægt í þessu. Já, nú það er fara vantarna strax í framlíkjandi vörð. Þetta er Valstelpun að þurfa að halda boltanum í 15 sekúndar og er búin að vinna leikinn. Þannig að geta þess að kasta hann upp í stúku eftir það. Já. Þannig að ótrúlegu viðsnúningur hjá Valsliðinu að snúa þessu. Já. Á þessa vegu að vera bara komnar allt í einu með góða fórustu í seinni. Eitt að gera leik úr þessu, annað að vinna og í þriðalagi leiða bara frá upp á í seinni hálfleiks. Þannig að þeir eru búin að gera þetta virkilega vel. Við bara verðum að hrósa þjálfurum Vals og Valsliðinu öllu fyrir þetta. Nú er það að spila miklu framan þetta. Koma semi maður mann hérna. Ekki brjóta, segja þeir vantarlega. Skýtur í slá, ok, það er ennþá séns hérna. 20 sekúndur, þeir eru að skora strax ef þetta á að vera eitthvað möguleiki. Það eru 15 sekúndur eftir. Og skjóti í stöng, 10 sekúndur eftir. Ég veit ekki hvernig þessi sending kom. Og það er varið hérna. Sunna Pétursdóttir, leikurinn er búinn. Valstelpur vinna hér. Mikið íþróttavari hérna. Una Kara kemur hérna og gefur 5 á bekki sér. Sýnir mikla leit og hæfileika hérna. Peppar allt liðið sitt í gang með hennar sumar. Eiga erfitt með að höndla þetta. 18-20 loka tölur hér. Og Sunna Pétursdóttir var með 8 varin skot, menn Margrét kollegi hennar á með 2 varin. Ólöf Marín var markahæst á Ásdísi Guðmundsdóttur með 5 mörk hvor í liði K.A. Þór. Una Kara með 4 mörk og Þóra frá Fagraskógi 3 og Svala Svavarsdóttir 1.
Kristín Ardís með 8 mörk fyrir Val, hún var langbest. Já. Og er væntanlega tilkynnt hérna sem maður leiksins eftir örfáar mínútur. Það gerir fasta ráð fyrir því. Ragnheiður Edda með 3, Vala Magnúsdóttir, Elín Helga og Auður Ester með 2 og Ida Margrét og Alessandra Dilja voru með 1. Ástþór Sanna Bende með 9 varin skot. Enn og aftur, staðan var 11-8 í hálfleik. K.A. Þór var með 6-0 fórustu, 8-1 fórustu, 9-2 fórustu og svo eftir örfáar mínútur seinna hálfleik á leiði Valur leikinn og eiginlega aldrei spurning eftir að það koma stigur fannst mér. Nei. Þá taka K.A. Þór leikli og Valstelpuna bara bætti í. Þetta var orðið þungt, það var frábær vörn hjá Valstelpum. Þannig að þetta var... Líka kannski það sem að K.A. Þór gerir vitlaust sem að Valur gerði ekki jafn vitlaust til að byrja með að byrja að drífa svolítið mikið. Já, mér fannst að taka, mér fannst að taka ofstundar tímisóknar, taka ótíumbar skot og já, eins og segir, það voru að drífa sig. Ég veit ekki af hverju. Voru með, 4, 5, 6, 7 marka fórustu og allt þetta. Ég var sér tíma, en kannski var það því að vörðin var svo ótrúlega sterk og þeim fannst það ekki hafa, ég veit ekki, það voru þetta að drífa svo mikið. Já. Sjáum hérna að vera að veita verðlaun. Gaman að sjá að Þía Imani, landsliðsstúlka, leikmaður Fylkis með að fara erlendis. Hún búin að taka myndirinn í allan dag frá bara fyrsta leik klukkan 9 í morgun og leikur hér að klára sér 7:30. Hún búin að taka myndir öllum leikunum, bara frábært. Ástþór Sanna Bender mannleiksins. Já. Það er svo sem alveg þetta færa rök fyrir því en þannig að ég fann samt. Ég varst Kristín Ardís skipta meira máli. Já, leiða meira til sigurs að mínum mati. Það hafði meira áhrif á leikinn. Já, algjörlega á því. En Ástþór Sanna átti ágætisleik í marki ég er með ská 9 vari, kannski var hann með 11-12. Fekk hann að stöngin og svo í sig. Ég taldi það ekki með þessu en hún er frábær markmaður, það er staðfest. Það er alveg geggjað markmaður. Það er verið að fá hérna silfurlið upp á pall. Já, fáum K.A. Þór upp á pall. Það klappa vel fyrir þeim. Og ef ég renni bara yfir nöfnin hérna á þeim sem er að fara upp á pall. Sunna Pétursdóttir, Margrét Einarsdóttir, Heiðbjörg Guðmundsdóttir, Ólöf Marín Hlynsdóttir, Katrín Óladóttir, Guðlaug Hrafnsdóttir, Kolbrún María Bragadóttir, Ásdís Guðmundsdóttir, Svala Svavarsdóttir, Helena Arnbjörg Tómasdóttir, Þóra Stefansdóttir, Stefán Gunnarsson frá Fagraskógi og Una Kara Vídalín sem sýndi hérna mjög skemmtilega takta sem leiðtogi í lokleiks og peppaði sína stelpur. Þjálfarar Jónatan Þór Magnússon og Þorvaldur Þorvaldsson og starfsmann síðan skýrslu Katrín Línberg. Þetta er K.A. Þór liðið sem er silfurverðlaunahafi Íslandsmóts þrjálflags kvenna árið 2017. Vel að þessar komnar og þetta stemdi allt í það upp að þær var að fara að eiga hér virkilega góðan dag. Já. En Valstelpur og samanskapi sýndu hvað býr mikið í þeim stelpum, þeim hópi og því þjálfarateimi að snúa þessu við og vinna tiltölulega sannfærandi sigur. Bara virkilega vel gert með þeim og allt okkar hósti þeirra. Já, eins og þeir ná að snúa þessu algjörlega. Já, bara virkilega vel gert og hérna nú þeir að vera að taka hérna saman stóla og bekki, ég veit ekki hvað. Enn og aftur þá viljum við kannski fá að hrósa HSÍ og Fylki fyrir frábær umgjörð, Þórworks Live. Allir sem hafa komið að þessu, við erum ekki hættinum, við viljum bara endilega ég vil ítreka þetta, þessu bara frábær umgjörð og hérna, ég man eftir umgjörðinni fyrr en Fjölnir flott, frábær, þetta er bara líka frábært og Fylkishöllin er bara búin að taka vel við sér þetta, og lifna við í dag. Já, líka, það er náttúrulega það er öðruvísi spilallur með Sjafna heldur en í Dalhúsum þar sem að þetta er svona meira handboltahús hérna heldur en. Algjörlega. Og ég meina, og bara það líka að bekkirnir sem hérna með á móti stúkunni, það varðmannabekkinir og þessi stólarnir verið fram að það búið að umgjörðin A-klassa, algjör H-klassi hérna. Það er að fara inn upp á pall Valstelpur og ef ég les bara nöfni þeirra sem eru Íslandsmeistarar Vals, þriðja flokki kvenna 2017, Ástþór Sanna Bender sem var maður leiksins, Kristín Ardís Ólafsdóttir sem að okkar mati var maður leiksins okkar mati. Og hefði getað fengið þetta hérna frá HSÍ, Vala Magnúsdóttir, Ida Margrét Stefánsdóttir, Heiðrún Berg Sverrisdóttir, Daníela Björg Stefánsdóttir, Hind Ómarsdóttir, Ísabella María Eiríksdóttir, Álfheiður María Halldórsdóttir, Ragnhildur Edda Þórðardóttir, Elín Helga Lárusdóttir, Auður Ester Gestsdóttir, Ásdís Þóra Ágústsdóttir, Alessandra Dilja Birkjasdóttir. Þetta eru leikmennir og svo eru starfsmenn og þjálfarar Jakob Lárusson, Alfreður Finnsson, Sólveig Katla Magnúsdóttir
og Thelma Haraldóttir, þær að taka núna við í einhverjum elkopoka. Veistu hvað í þessum elkopoka? Ég heyrði þetta náðan að vera tannbusti og tannkrem, en ég selja ekki fyrir mikið. Í elkopokanum? Þetta ekki elkopoki, þetta eitthvað farma eitthvað. Þetta ekki, já, mér sýndist það, ok, það skrítið að mér halda þetta Nei, ég bara skilaði mjög vel. Ég hugsa hvað að kasta hörðu diski, ég sá annar flokkur var að kasta upp í loftið. Þannig að hérna erum við Jónatan Magnússon sem að skoða tölfræði þáttinn okkar, brotið okkar. Já, þetta ekki meira. Nei. Ekki samkvæmt okkar skráningu, gæti að 10-11 því hún fekk stöngin og eitthvað. Við erum að svara Jónatani bara inn í beinni útsendingu. Allt í góðu, við viljum hafa þetta lifandi. En ég held að við ætlum bara að leyfa myndunum að rúlla með að lyfta byggarnum og þakka fyrir okkur. Takk fyrir okkur, Helgi Kristjánsson, gaman að vera með þér. Já, sömuleiðis Ingvar. Herru, við bara þakka kærlega fyrir okkur, frábær dagur, óskum Hósi, Fylki og öllum sigurverðlaunahöfunum, gullverðlaunahöfunum, sigurvegarum í dag til hamingju. Íslandsmeisturunum. Íslandsmeisturunum, vel komist. Valur.